Nýir bændur tóku nýverið við búi á Hróðnýjarstöðum í Dalabyggð. Að ræða bræðurna Magnús sem rekstrarhagfræðingur og Sigurð sem doktor í umhverfisfræði. Hvorugur þeirra hafði reynslu á fjárhaldi, allavega ekki þegar kemur að þessu loðna, enda ætla þeir ekki bara að búa með fé. Málið snýst veður og vind. Þegar okkur bara garði var Magnús í húsunum, enda mikið að vera í hásauðburði. Frá Hollywood að Hróðnýjarstöðum í Dölunum. Það hljómar við. Þetta hljómar eins og titill af bíómynd. Bara hlýs. Við náum ekki að gera bíómynd núna. Mér langaði að heyra söguna á bak við það, af hverju þið eru komnir hérna bræður á Hróðnýjarstaði. Og kannski hérna, annars vegar er það út af Stormorku, fyrirtækinu ykkar. Þið ætlið að setja hérna vindmyllur. Já. Og svo sauðfjárbúði sem þið fenguðu svona óvænt í hendurnar. En við byrjum á orkunni bara. Orkunni, ég er búinn að starfa í grænni orku yfir 20 ár. Var að vinna fyrir Íslendingana úti í Los Angeles í 4 ár eða svo. Bjóð þar og var með skrifstofu í miðbæ Los Angeles borgar þangað til að botnum dettur úr Íslandi að þá stofnaði mitt eigið. Og síðan 2011 að þá vill mín fyrrverandi koma heim og þá komum við bara heim. Og þá fór ég að leita fyrir mig hvað ég ætlaði að fara að gera á Íslandi. Og til að gera langa sögu stutta að þá förum við í það að eins og við lítum á að þá næsta skref í orkubúskap Íslendinga það vindorkan. Og við skoðum margar jarðir víðsvegar landið og enduðum síðan Hróðnýjarstöðum í Dalabyggð. Og í raun og veru fengum svolítið bara þetta sauðfjárbú í kaupbæti, eða erfðum það svolítið bara. Og í stað þess að leggja allt sauðfé af kannski, að þá ákveðuð þið að halda 500 fjár. Já, við tókum við 1. ágúst í fyrra og þá vorum við með 1000 vetrarforraðar og vorum að sækja upp á fjall eitthvað 2750 kvikindi eða svo á hrossum og ég hafði nú alveg heil saga að segja frá því, sko, það var yndislegt, sko. Að fara í leitir með þessum dalamönnum, það er nú bara yndislegt. Ef við förum yfir í vindmyllurnar, þið keyptuð þetta land út af uppsetningu vindmyllna. Það ferli allt saman, hvar er það start? Við byrjuðum það verkefni fyrir 2 árum síðan. Í maí fyrra þá festum við kaupa þessari jörð, tökum hana yfir 1. ágúst. Þá fyrst getum við farið að svona, við gerðum allar rannsóknir, svokallaðar desk-stúdíur, það er að segja bara svona á skrifborðsrannsóknir sem við gátum gert. Google frændi hjálpaði okkur mikið og svona og við að finna út ýmislegt sem varðar þann rekstur. Hvað er hægt og hvað er ekki hægt og hvað við þurfum að hugsa og annað. Bæði varðandi staðsetningu, aðgengi að línum, háspennulínu. Síðan komum við hingað og erum komin hingað og þá erum við að byrja því núna í sumar að fara að setja upp reisa vindmælingamöstur, 3 stykki og ætlum að fara að henda þeim upp á 3 stöðum hér á landinu okkar og síðan erum við að fara að senda núna sérfræðingana út í móa að telja grös og telja fugla og allt eftir kúnstarinnar reglum, sko. Já, það er bara til þess að athuga hvort að vindmyllurnar sé að raska lífríkinu hérna mikið. Við þurfum að finna út úr því hvort það sé eitthvað hérna. Desk-stúdíurnar, við fórum í gegnum þar eins og ég sagði, við fórum í gegnum til dæmis fornminjar, einhverjar fornminjar. Við erum að leita að öllum hugsanlegum atriðum sem geta komið í veg fyrir að þetta verkefni geti orðið að veruleika og líka átt okkur á hvaða áhrif verkefnið hefur á umhverfið og líka samfélagið. Hafið þið fengið góðar viðtökur hérna bæði í samfélaginu og frá sveitarfélaginu og hvernig hafa þær verið? Sveitungar okkar, við heyrum ekki annað en þau séu mjög opnir, allavega virðast að vera að taka þessu með opnum huga, tilbúin til þess að skoða neikvæð áhrif af þessu verkefni eins og við höfum verið að stilla því upp og eins og við höfum kynnt okkur. Þá er það kannski helst svona frá 1-2 bæjum að þá sést þetta. Önnur neikvæð áhrif finnum við ekki, jákvæð áhrifin er hins vegar mýmörg. Meðal annars það að sveitarfélagið
tvöfaldar framkvæmdafé sitt gegnum skatttekjur sem það fær og það ýmislegt hægt að gera fyrir þá peninga. Ég er ekki sveitarstjórinn, ég ætla ekki að fara að eyða þeim þannig að þeir gera það bara og ég treysti þeim alveg til þess að gera það mjög vel. En það eru mjög mörg jákvæð áhrif af þessu. Bara til dæmis eins og annað sem dettur í það er orkuöryggi fyrir svæðið. Af því að sko allar okkar ég tekur þetta tilbaka og segi flestar okkar virkjanir, okkar Íslendinga, eru í mjög nálægt jarðskjálfta eða orkuvirkum svæðum, til dæmis á Suðurlandi. Og hvað gerist þegar Katla eða Hekla fara af stað og hvað gerist fyrir orkuöryggi Íslendinga þá? Þetta svæði hér með okkar vindmyllur, við tryggjum allavega eitthvað hluta af því öryggi fyrir þetta svæði sem nauðsynlegt. Þá kannski komum við að því svona í fyrsta kasti, þar sem að þið eru búin að teikna upp núna, hversu mikla orku kemur það til með að framleiða? Við erum áætla að þetta verkefni verði 100 til 130 megawatt að stærð og það verði svona 500 til 600 gigawatt stundir. Það fyllilega nóg til þess að halda öllu þessu svæði hér á floti langan tíma og þó meira á verið. Hvor finnst þér hérna skemmtilegri sauðfjárræktin eða vindbúskapurinn? Sko, þetta sama spurningu sem ég fekk þegar ég bjó í Los Angeles. Hún var bara aðeins öðruvísi orðuð. Hvort betra að búa í Los Angeles í Bandaríkjunum eða á Íslandi? Og svarið mitt verður það sama við þeirri spurningu og þinni spurningu. Það eru kostir og gallar við hvoru tveggja. Þetta allt voða gott. Við verðum því miður að láta staðar numið í kvöld en við sjáum ykkur á venju eftir viku. Heitt í gegnum lífið þitt, verður með faðir vonin mín, vendaðu mína lífsins sín.